gestir. Það er alltaf að vera tilbúið. Við förum að starta fyrstu torfærukeppni sumarsins. Þetta veit svo. Vatnlingi fékk hann engin refsistig, þannig að hann er alveg stigahæsti keppandi dagsins. Búinn að næla sér í 90 stig. Þá er Orri á fjarknum að lauma sér í gegnum fyrstu þraut. Það er mikið að vera í gödubílaflokknum þessa dagana. Í vetur var búið að koma fyrir gasi, nitrógasi í gödubílaflokknum. Allavega í þá bíla sem er í. Þetta er hressandi hliðarhaldi þarna. Og hérna rullar Gísli G sér í Sittur eftir töffastur. Flott. Mjög flott. Hann er þá að hafa fleiri stig en Haukur. Sjáum hvað Steini gerir á strumpnum. Það er mikið stemming í gödubílaflokknum. Það eru gaman að fylgjast í dag. Loksins er orðið gaman að horfa á gödubílaflokkinn. Þetta er náttúrulega barnið hans, þannig að hann ætlar eingöngu að taka þátt í ánni og slá tímamet. En þetta reynda kemur ekki til að góðu. Árni lenti í örlitlu slysi fyrir ekki löngu síðan og er tæpur í baki og glætar að hann myndi hleypa einhverjum öðrum upp í bílinn sinn til að keyra. Þannig að þið þurfið ekki að bíða eftir Árna Kóps. Það getur það fyrir að kemur að Árni, þá sjáum við til hvað það er í gang. Sannarlega fær maður stig fyrir tilraunina. Þetta var gríðarlega vel gert. Hann er búinn að drepa á bílnum. Sjáum hvað Steini gerir. Varlega. En næstur í stíginn. Orðið snúð og erfið staða.
Hann þakkar Ívari kærlega fyrir að flæja fyrir leiðina. Svona upp! Haukur þurfti bara ekkert að hæsa sig þarna. Hann búinn að ná sér í stíginn. Þið munið hvernig þetta virkar, þú ætti að vera með rauða stíku, hægra megin. Þetta trikki hér fyrir götubílana. Rauð stíka, hægra megin, hvíta stíka, vinstra megin. Þetta vel gert hjá Orra, vel ekki hjá Orra. Stelpur, sjáu þér þetta. Af stað. Þetta verður hröðbraut og tíminn byrjaður. Mér finnst Ívar fara þetta varlega. Hann tekur bakki frekar en að falla stíku. Og svo er endalíð upp á barðinu. Og kannski komin upp á. Og afstæð. Tími!
að taka stík og svona lúsa hraða. Upp fyrir. Og aftur. Þetta verður erfitt að ná sér stað núna. Og upp á. Og önnur stíka. Ég held að Haukur hafi bara ekki getað tekið fleiri refsistig. Bara það. Ég skilst að Orri sé efstur fyrir þessa þraut. Hann þarf að keyra vel ef hann ætlar að halda sér í toppbaráttunni. Orri nú að keyra þetta þokkalega vel. Á vegi strákinn. Passa sig. Nei! Já! Þetta er nýtt. Þetta er nýtt. Svona liftar þetta! Orri að gera góða hluti! Haginn og heldur betur holdið. Hann er klár og er farinn af stað. Tíminn fer í gang. Sjáuði Steina! Lætur strumpið finna fyrir því! Þetta getur hættulegt að skjóta þarna vel gert! Og upp fyrir rauðu stíkuna! Upp fyrir rauðu stíkuna, ekki grænu! Nei! Hann ætlaði að leysa þetta svona en hann fékk eitthvað refsingu þarna! Nei, hann er að keyra þetta hratt! Vel gert! Þá er Haukur kominn á stað. Og Ellert mundar hraða myndavélina. Rauðstíka hægra megin. Tilhlaupið er það langt. Þá fáum við þetta töff á pjaknum. Nú ætla kallinn að bleita pjakkin aðeins. Og eins og komið hefur fram margoft að þá eru þetta einu pjakkbleitingarnar sem að Orri stendur í þessa dagana.
Hann svo sannarlega að leita sér að á. Bara smá spræna. Hann myndi sætta sig við það. Og núna þarf hann að gefa vilinn. Já. Létta sprengingar. Hraðinn. Það hleypir stenginu hérna á strumpnum. Það að bleita strumpinn. Sjáiði þetta var vel gert hjá Steina. Gott fleyt. Út á eyrina, snúa þar við og koma svo í áttina á okkur Ellerti. En ég var að ræða við lögregluþjóninn og þetta alveg hárrétt. Ef að þú ert með geisladisk í aftursýnisspeglinum þá geta þær ekki mælt þig. Þannig að það sannast hið fornkveðna. Ef þú ert með geisladisk í baksýnisspeglinum þá er bara ómögulegt að fá hraða. Við ætlum að prófa þetta hérna á eftir. Endilega segið þið Ívari Guðmunds að setja geisladisk í aftursýnisspeglinum. Vel gert. Jón Einar Reynisson nennir að skottast upp í stjórnstöð. Þannig að stelpundar í stjórnstöðinni láti mig í friði. Jón Einar Reynisson. Það er verið að bíða eftir þér þar. Konan er alveg brjáluð af því hún stalst á torfæru. Þú máttir ekkert fara. Jón Einar Reynisson.